Já, það sé ekki að koma krakkar. Sé ekki nokkra krakka henni fylg. Þeir megi líka koma hér svo við getum séð almennilega á skjáinn. Sést svo þetta illa sem þið eru, sko. En ég ætla að byrja að sýna ykkur nokkra myndir. Ég var að sjá hvað þau komum þessu upp á skjáinn. Það hlýtur að gerast þá og þegar. Jæja. Hafið þið gaman af dýrum? Hefur þú gaman af dýrum, litli? Það er á lítill að svara. Hér. Hver hefur ekki gaman af dýrum? Það verður bara hræddur ef fólk myndi segja að það ekki gaman af dýrum, er það ekki? Sum dýr eru skemmtilegri en önnur, ekki satt? Sum eru pínu, svona, maður hræðist þau kannski pínu. En sem betur fer, þá ætla ég að tala um dýr sem er ekki hægt að finna á Íslandi. Og það eru snákar. Við erum ekki með snáka á Íslandi, en þið kannski þekkið snáka sem eru frá Bandaríkjunum. En vitið þið hvað, að það eru snákar eru rosalega merkileg fyrirbæri. Þeir geta lifað alveg í 2 ár, segja menn, án þess að fá sér eitthvað að borða. Af því að þegar þeir fá sér að borða, þá fá þeir svo stóra máltíð að hún getur enst þeim rosalega lengi. Þeir geta opnað munnin, ekki bara svona eins og við svona, ekki svona, heldur alveg stundum svona mikið, þannig að þeir geta tekið mat inn í munnin sem er stærri en hausinn á þeim. Getið ímyndað ykkur að við myndum borða eitthvað sem er stærri en hausinn á okkur. Það verður svolítið furðulegt. Sérstaklega þegar maður er svona mjór eins og snákur. En þeir geta alveg farið í 170 gráður. Og málið er að þeir þurfa þetta, því að þeir eru ekkit menn að rosa tennur til þess að tyggja svona, heldur gleypa þeir bara matinn, þótt hann sé risastór, og síðan bara fara magasínurnar í gang og að vinna á því. Það er líka svolítið merkilegt með snákana er að þeir eru oft með tunguna svona út af sér, ég get ekki leikið það, en þeir finna lykt með tungunni. Og annað sem er mjög furðulegt er að þeir hafa engin augnlok, þess vegna virðist alltaf svona sem er í augun á þeim þarna. Og það eru til alveg 3000 mismunandi tegundir. Hér er svört mamba og hún er rosalega eitruð. Og það var sagt að áður en að þeir fundu svona móteitur, þá dóu næstu 100% af fólki sem að fekk bit frá henni. Það bara liðu nokkra mínútur og síðan fór fólk og lagðist niður og síðan var það bara dáið innan 1 sólarhrings. En núna er búið að koma móteitur þannig að þeir fá það nógu hratt, þá geta þeir lifað af. Og það er rosalega mikið af svona snákum út víða heim sem betur fer ekki hér á Íslandi, eða kannski ekki betur fer. En þeir eiga það til að bíta fólk og það fær ekki móteitur og deyr. Og í Ástralíu talaðum að séu 10 hættulegustu snákar í heimi. En það er alveg róleg, sko. Ástralíu er langt í burtu. Og samt deyja bara 5 manns þar árlega af snákabitum, því að það er nú ekkert alltaf verið að bíta fólk. Málið er að snákar vilja bara vera látnir í friði og er ekkert að bíta fólk, heldur flýja þar oftast bara fólk og það bíta bara eitthvað fólk er að fikta í þeim og leika við þá. Síðan er ekkert allir snákar eitraðir. Hér er hana anakonda, hún er ekkert eitru, hún er bara rosalega stór og hún vefur svo bara í kringum bráðina og síðan vefur hún sér meira og meira, þannig að hún bara kristir allt líf út úr henni. Geta alveg orðið rosa stóra, 200 kíló og 9 metra langar. Það er eins og ég myndi taka svona 10, eða hvað maður að segja, ég myndi taka svona 5-10 ára krakka og leggja það í röð, láta það svona frá höfuð hana til fóta næst, 5 svoleiðis í röð og það geti verið eins og stór anakonda. Það verður svolítið mikið. En það er smá sætsaga sem ég sá að það eru, eins og þið vitið, þá gefa þeir ekki snákunum grænmeti sem að borða þegar þeir eru í dýragörðum, þeir gefa þeim svona kjöt og oftast láta þeir að fá svona frosnar mýs og svona. Og í dýragarði í Tókíó þá var einn snákur sem vildi ekki borða frosna mýs, þannig að þau hugsaðu, hvað getum við gert? Heyrðu, við gefum honum bara svona lifandi hamstur, svo þeir skelltu hamsturinn onni. Heyrðu, snákurinn borðaði bara ekki hamsturinn. Þeir fóru bara að leika saman og urðu bara góði vinir og þetta urðu bara leikfélagar og hér er svona hamsturinn að fela sig svona undir höfðun á snáknum. Síðan fóru þeir að gefa honum aftur frosna mýs og þá fór hann aftur að borða og fekk hana
fekk svengdin aftur og át það bara. Þannig að það eru ekki alltaf þannig að snákarnir séu nú bara slæmir, en þeir hafa oft svona mynd á sig fyrir að vera dýr sem maður vill varast og eru eitruð og við viljum ekki sérstaklega hafa nálægt okkur, ekki satt. En það er ekki allt svo slæmt að það kom ekki eitthvað gott úr því. Heyrðu, þegar við fara aftur til sætis ykkar núna, sagan sem að ég er að fara í gegnum aðeins í byrjunin á ræðinu, takk fyrir, er snáka aðeins. Það var þannig að þegar fólki var komið úr Egyptalandi og þá var að fara að pæla við sig í eyðimörkinni og nöldra hvað erum við að gera hér, af hverju fóru úr Egyptalandi, mér langar í agúrkur og matina sem var þar og nú er ég bara í eyðimörkinni og hef ekkert að borða. Og það sem að gerist er að ákveðnum tíma þegar þau voru að lifa og nöldra svona, þá komu eitraðir höggormar til líðsins og fóru að bíta fólkið og sumir voru að deyja. Og þeir sögðu við Móse, biddu fyrir okkur að þessi snákar mega fara í burtu. Og hann gerði það. Og þá segir, og drottinn sagði við Móse, heyrðu, farðu og gjörðu þér eyrorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin er og lítur á hann skal lífi halda. Móse gerði höggorm af eyr og sett hann á stöng og það varð að ef einhver höggorma hafði bitið einhvern og hann leit til eyrormsins, þá hélt hann lífi. Þannig að Móse fór og bjóð til höggorm þegar höggormanu voru að bíta úr eyr og sett hann upp á prik og sagði allir þeir sem að horfa á hann, þeir munu lifa. Horfið á ormin og þá munið, eða höggormin og þá munið þið lifa. Af hverju lifðu þeir við að horfa á hann? Skulum sjá það síðar þegar við förum og komum að því aftur. Skulum aðeins lúta höfðið saman í bæn. Kæri Faðir á himnum, þökkum þér fyrir þennan hvílda dag, þökkum þér fyrir orð þitt. Við vitum að það hefur margt að geyma, sumt skringilegt, sumt skemmtilegt og annað sem maður klórar sér í hausnum yfir. En við biðjum þig að blessa þessa stund og hjálpa okkur að þekkja orð þitt betur þegar við rannsökum það saman hér. Í Jesú nafni. Amen. Ræðan sem að ég tala í dag ber titilinn Guðs sonur. Ég var búin að fara í gegnum svona aðal kristna kennisetningar, reikninguna, þrenninguna Guð Faðir, nú ætlum ég að fara í Guðs son. Titillinn einmitt ber heiti Horfðu og lifðu. Getum við kannski slökkt ljósin hérna beint svo að sjáist betur. Takk fyrir. Hér er stór og langur texti sem ég ætla ekki að lesa allan, en þetta er svona það sem er talað Guðs son, Guðs sonur í kennisetningum. Guðs sonurinn eilífi var hold í Jesú Kristi og fyrir tilstilli hans voru allir hlutir skapaðir. Grundvallar eðli Guðs opinberað og mannkyni búi hjálpræði og heimurinn dæmdur. Hann er sannu Guð frá eilífum tíðum og gerðist einnig sannu maður Jesú Kristur. Hann var getinn af heilögum anda og fæddur af Maríu mey. Hann lifði og var fyrir freistingum eins og hver annar maður, en birti fullkomlega réttlæti og kærleika Guðs í lífi sínu. Með kraftaverkum sínum sýndi hann mátt Guðs og það sannaðist að hann var hinn fyrirheitni Messías Guðs. Hann leið og dó sjálfviljulega á krossi fyrir syndir okkar og í okkar stað, var reistur upp frá dauðum og steig upp til himna til þess að þjóna hinum himneska helgidómi fyrir okkur. Hann mun koma aftur í dýrið til þess að frelsa endanlega líf sinn og að endurreisa alla hluti. Amen. Ég ætla að segja nokkur orð og nýta á nokkra texta sem að fjalla Guðs soninn, eða Jesú Krist. Nú er það þannig að í reikningunni þá eru margir titlar og nöfn sem við höfum sem að sonur Guðs ber sér. Nú, flesta nafnið sem við höfum að þekkjum er einfaldlega nafnið Jesú. Og Jesús er bara, þegar Guð birtist Maríu þá segir hann, þú munt fæða barn, og hann birtist Jósef líka og segir, vertu alveg rólegur, takt hana sem konu þína, þetta verður ekkert venjulegt barn, hann skal heita Jesús, síðan segir hann, því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum þeirra. Þannig að meira segja í nafni hans birtist hlutverk hans, Jave frelsar, Guð mun frelsa líð sinn fyrir Jesú Krist. Og bara í sömu andrá í Mattheusar guðspjalli segir að það mun, eftir að það er búið að kynna fæðingu Krist, að þetta gerðist allt til þess að rætast mættu orð spámannsins, sjá mærin verður þunguð og hún mun son ala og nafn hans mun verða Emmanuel, sem að þýðir Guð með oss. Og hér höfum við einn bara merkingar mestu orð Nýja testamentisins. Jesú Kristur er ekki bara falleg hugmynd, svona
Eða stórvirkt samsærisþema sem að 4 höfundar komu sér saman að búa skáldsagnapersónu og trúarbrögð sem myndu flytja allan heim og fólk var að deyja fyrir, sé til skemmtunar, heldur var hann Immanuel, Guð með okkur. Menn hafa stundum haldið að Guð Biblíuna sé svo sem gegn mönnunum, refsarinn sem að reyna að ná þeim fyrir að hafa gert rangt og stundum birti Kristi fólk við þannig. En í ritningunni Guð að reyna að vera meðal fólksins, að hann birtist við fallið og gefur lofur að muni vinna fólki aftur til sín, syndin veldur aðskilnaði en Guð vill vera með fólkinu og reyna að brúa bilið. Og í helgidómurum var reistur í Gamla testamentinu svo Guð mætti vera meðal fólksins. En sterkasta birtingarmynd Guðs var með Jesú Krist, Guð með okkur. Það svolítið flott. Og annað titill sem hann notaði alltaf sjálfan sig, Jesú Kristur, var mannssonurinn. Það eiginlega uppáhaldsnafn hans til þess að kalla sjálfan sig. Og tilvísun í Gamla testamenti í Daníelsbók 7. kafla, þar sem mannssonurinn kemur fram fyrir hinn aldna og dómur settur. Það titill sem að honum finnst rosa gaman að nota, bæði sonur Guðs og sonur manns. Og hvernig hann getur verið bæði mannssonurinn og sonur Guðs, það eilíflega ekki auðvelt að skilja, en þannig þetta sett upp. Að hann sé 100% maður og 100% Guð, dómlegur á sama tíma. En titill sem við sáum, og ekki beint nafn, sem náttúrulega alltaf talað þegar Jesús talaði Jesú, það talaði Jesú Krist. Við sáum áðan að það var talað að Jesú væri uppfylling þess að vera sannlega Messías og Kristur einmitt ekki síðara nafni hans, hann ekki Jesus Christ, John Smith, eftirnafn, Stefán Stefánsson, heldur það Jesús sem nafni hans og Kristur eiginlega bara titill, því að Kristur gríska sem þýðir bara smurður og Messías hebreska sem að þýðir hinn smurði. Þannig að þegar talaði Jesú sem Krist, Jesú hinn smurða, Jesú sem Messías, þá verið að vísa greinilega til hans sem vonarinnar sem gefin var í Gamla testamenti sinu, Messías hinn smurða sem að koma mundi og frelsa líðin, alveg svo Jesú gefur til kynna. Jave frelsar. Það vísar til Messíasar spádamanna sem eru margir. Sumir tala smurða sem að koma og sigri og þjóðana. Aðrir tala Messías á annan hátt. Til dæmis í Daníel 9. kafla talað hinn smurða sem að muni koma og gera aðra hlut en sigra þjóðinnar. Ef við förum aðeins í stærsta og mesta spádóm Gamla testamentisins Messías, þá sjáum við það. Í Daníel 9. kafla einn mesti spádómur komu Messíasar. Ég búin að fara yfir þetta Daníelsbókar námskeiðinu þegar við fórum yfir 9. kafla, þannig ég fer ekkert rosalegum smáatriðum hér. Ef þið viljið þá getið alltaf séð það. Það til á YouTube síðu safnaðarins. En það segir í Daníel 9. kafla 70 vikur eru útmeldar þjóð þinni á hinni heilögu borg þinni þar til mælir misgjörð þinna fullur og syndin afplánaðar, þar til friðþægt verður fyrir ranglætið og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámanna rætast og hið háheilaga hlýtur smurningu. Þess að 70 vikur sem skipt upp sín í 7 vikur, 62 og 1 gefið fólki Guðs til þess að uppfylla ákveðna hluti og líka fyrir Guð að gera ákveðna hluti. Og þessar 77 eru flesti sammála að séu spádómlegu tími, ekki 70, ef við tekur 77 eða 70 ár, þá það 490 dagar. En eins og við sjáum í okkar gömlu þýðingu við Biblíu, þá segir að það eru allt til þess smurða til höfðingjans eru 7 og 2 og 67 og sem setja árin í sviga og þá munu strætin og borgar uppreist og byggði verða, en eftir þessar 62 ára, ekki það að standi ár í textunum, það skildi allir að þetta væru ár, þannig að þeir meira sem fóru þá langt að ranglega setja þetta kannski inn í Biblíu þýðinguna sjálfa. Þess að 490 ár voru ákveðing fólki Guðs til þess að gera ákveðna hluti og líka fyrir Guð til þess að gera ákveðna hluti. Hann sagði, þá mun ég friðþægi fyrir misgjöð, ég mun reiða fram eilíft réttlæti. Og
Og síðan gefur hann tíman sem hann segir að þetta muni fyllast á. Hann segir, vit og hygg, frá þessum tíma að svo skipun útgengur að Jerúsalemborg skuli uppreist og byggð verða og allt þess smurða til höfðingjans, smurði, munið hvað það var? Messias, eru 77 og 267 ára. Þá munu strætin og borgarnöginni uppreistir og byggðir verða þó þröngvatíðir séu. Svo það ákveðin rammi sem hann setur yfir hennan tíma. Þetta gefið á tímanum þegar Daniel í útlegð í Babylon og þeir eru að bíða eftir að fá að fara úr Babylonsborg, Júda fólk og þeir sem eru frá Jerúsalem, fara frá Babylon aftur heimdi sín til Jerúsalemborg. Hann segir, þegar tilsköpunin kemur endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem, þá mun þessi tími byrja og það mun vera 69 vikur þar til þess smurða, eða höfðingjans. Þannig að það það sem afmarkar þessa vikur, endurreisni Jerúsalem og síðan koma hins smurða. Og það eru nokkra tilskipanir sem eru gefnar upp endurreisna Jerúsalem og að hleypa fólkinu heim. Því fyrst hleypt undir leiðsögn Kýrusar en það fer og það fær ekki að byggja, það verður svo mikið mótstaða að þau hætta bara. Og nokkru síðar, eða næstu árhundraði síðar, þá veitir Artaxerxes, Persakonungur, aðra tilskipun sem segir fari núna og byggi musterið og þeir fá ákveðinu svona leyfi til þess að vera með svona eigin stjórn og að ráða fólk og að byrja að endurreisa og endurbyggja borgina til grunna. Þannig að það passar svona við þennan tíma hér. Þannig að frá árinu 457 þá kemur tilskipunum endurreisn og endurbyggingu í Jerúsalem. Síðan eru 69 vikur eða 62 og 7 vikur sem að eru 483 dagar en eins og eru eftir spátum reikningana þá hver dagur ár og þá mun vera að koma hins smurða. Og spurningin hvað mun eiginlega gerast hér og hvað það sem að markar þennan tíma. Ef við teljum frá 457 fyrir Krist, 483 þá lendum við einhvern tímann 27 eftir Krist. Hvað myndi gerast með komu hins smurða? Myndi Messias birtast? Myndi hann fæðast? Myndi hann deyja? Hvað það sem að gerist? Nú málið að Kristur náttúrulega fæddur löngu fyrir 27 eftir Krist. Hann fæddur í kringum 3-4 fyrir Krist og orðinn 30 á þessum tíma. En einmitt þegar Jesú 30 þá hefur hann þjónustu sína. Fyrst hann bara heima að vinna sem trésmiður og þegar hann 30 ára þá fer hann og tekur skírn og við sjáum að í skírninni það segir þegar hann verið skírður þá stíð hann jafn skjótt upp úr vatninu og þá opnuðist himnarnir og hann sá andaguð stíga niður eins og dúfu og kom yfir sig og rödd sagði, þetta minn elskaði sonur sem ég vel þóknun á. Það eins og heilagur andi hafi smurt hann til þeirra þjónustu sem hann átt að færa. En það segir Póstulasagan, þið viti hvað gjörst hefur alla Júdu, en hófst í Galileu eftir skírnina sem Jóhannes predikaði, sagan Jesú frá Nasaret, hvernig Guð smurðan heilagum anda og krafti, og það hófst með því að hann tók skírn, fór út í eyðimörkinni 40 daga og síðan byrjaði hann að predika. Þannig að það markar þá komu hins smurða. En að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður verða. Akkur ætli spátumurinn sé að segja að það gefin ákveðin tími til að uppfylla ákveðin skilyrði, síðan mun hinn smurði koma en hann mun síðan vera afmáður, sem bara annað orðið verið að þurrka út eða deyja. Og síðan segir hann mun gera traustan sáttmála við marga í eina viku en í miðri vikunni mun hann afnema sláturfórn og matarfórn. Þannig að við sjáum hérna, afsakið, þetta bara svo illa teikna, þetta ég bara teikna, ég svo léleg með tölvu, að þá það hérna 49 viku, eða 69 viku sem ná yfir frá bara tilskipun endurreisn og endurbyggingu Jerúsalemar til komu hins smurða og síðan segir að það mun smurði verða afmáður og í miðri vikunni síðustu mun hann afnema sláturfórn. Og þessi hlutir eru bara hins sami. Það að hann smurði verður afmáður mun líka marka það að hann mun afnema sláturfórnina. Stutt eftir að Kristus byrjaði að predika bara í nokkur ár, svona rétt rúmlega 3 ár, þá var hann krossfestur og dó. Og þegar hann dó þá segir Jesú hrópaði hárri rödd og gaf upp andan og það rifnaði fortjaldmusterisins í tvennt ofanfrá og niður úr. Í helgidóminum voru alltaf verið að færa fórnir og það var, ef fólk hafði syndað komið dýr og því var slátrað.
Ekki það að þú hljóst frelsun með því að slátra einhverjum dýrum, heldur bendu þig til fórnarina sem myndi koma, hérna sönnu fórn. Og þegar Jesú Kristur á páskadegi krossfestur, þá sjá þeir ekki samtenginguna í því allir, en hann lambið sem slátrað Guðs lamb sem að ber syndir heimsins. Alla tákmyndir, öll lamb sem hafi verið slátrað var bara að benda til Jesú Krist sem koma myndi og myndi með lífi sínu gjalda fyrir syndir mannana. Og þegar það búið, hann búinn að afnema sláturfórnina, það eiginlega engin tilgangur fyrir henni, þá svona rifnar furðtjald musterisins í tvennt. Og ég hefði lesið þetta einhvern tímann algjörlega án samhengis, það pært af hverju verið að taka fram eitthvað að musteristjald að rifna. Hvað hefur það að gera með dauða Jesú Krist? Það hefur náttúrulega bara að gera með það að nú þarf fólk ekki að fara í helgidóminn og fórna, heldur leiðin og það tjaldið sem inn í hið allra helgasta sem var bara lokað og einu sinni farið í á ári, það núna opið fyrir alla að koma og fyrir Jesú Krist og höfum við aðgang til að Guði, ekki gegnum einhverja fórnir og helgidómi, heldur beint í gegnum Jesú Krist. Og í þessum spádómi sem svolítið merkilegur, þá höfum við einmitt sögnina það, og hann ritaður á 5. eða 7. öld fyrir Krist, þar sem hann segir að einhver muni koma, hinn smurði eða Messías, og Messías mun ekki fara sigrandi á milli þjóðana, heldur mun hann afnema sláturfórnir og verða afmáður, sem sagt með dauða sínum mun hann uppfylla fórnakerfið. Þetta var sá Messías sem var sagt og þetta nákvæmasti Messíasar spádómi Biblíunnar. Og sumir fara svo langt eins og hann, Isaac Newton, sem hafði gaman að skrifa spádóma, hann sagði Daniel var hávegum hafður og að afneita hjá gyðingum, alveg þangað til að Róma keisarans Hadrians tíma, en að afneita spádómum Daniels að afneita kristninni, því kristninni byggð á spádómi hans Messías. Þá hann náttúrulega að vísa til þess að grundvallar spádómurinn að Jesús sé ekki bara einhver maður, heldur uppfylling spádóminum Messías sem myndi koma, þann sem myndi afnema sláturfórn og uppfylla öllu réttlæti. Eins og við sáum í fyrsta versinu, þá sagði að 490 árið að dagar eru gefnir til þess að færa inn eilíft réttlæti Krist og að þannig að gera fyrir syndir, fórna fyrir syndir. Og þá passar Jesú Kristur upp í þetta og talar þetta sem einn svona grundvallar Messíasar spádóm. Það það, ímyndið ykkur þegar að tala Jesú Krist, að það sé þetta sem liggur í því nafni sem talað En eins og við sögðum, Jesú Kristur bæði Guð og maður, ekki 50-50 til helmingaskipt, heldur hann fullkomlega guðlegur eins og þú lest hann. Hann hefur allt vald á himni og jörðu, segir Mattheus. Hann með lýst sem skapara og dómara, sem Immanuel, Guð meðal okkar. Og hann notar alltaf setningarnar, ég lífið, ég upprisan, ég vegurinn, ég sannleikurinn, ég brauð lífsins. Og þar raun að vera að segja bara, ég þar að vísa til Guð Gamla testamentisins Jave eða Jehova, sem þýðir sá sem að og ver og verður. En það var fólki brjála þegar hann sagði ég og vildi bara losa sig við hann. Og síðan þetta skýrt fólk í nafni Guðs föður og síðan sonar og heilags anda af því að þetta allt hluti Guðdómsins. Ef hann væri ekki guðdómlegur, af hverju hlyti hann þá tilbeiðslu og hann opinbera Guð föður til fólksins og fólk geti vitað hver hann Þess vegna hann sannarlega Guð. Og þeir sem að gera lítið úr guðdómleika Jesú Krist og leggja ofur áherslu á Jesú var maður eins og ég og þú algjörlega, þeir leiðast oft út í það að fara að leggja áherslu á fólkið og hlutverk fólkisins. Það verður eiginlega svona oft svona réttlæti fyrir það sem að ég geri. Ég frelsa mig með því að vera svo duglegur og fylgi Kristi og held allt. Og margir svona úr okkar eigin sögu, frumaðventistar, þau lögðu litla eða enga áherslu á guðdómleika Jesú Krists. Og það fórum þetta að snúast út í mitt hlutverk í frelsuninni var svo mikið. Og ég geri og ég held, en strax svo það fara að lyfta upp guðdómleika Jesú Krist sem sannu Guð og sannu maður sem að veitt hefur réttlæti fyrir okkur, þá fer það að snúast meira hann en ekki bara okkur sjálf. En alveg svona sannu Guð, þá hann sannu maður og þú lestum að hann fæðist á jörðu af Maríu mey.
Hann ekki einhver svona guðdómlegur líkami og andi í himnunum, heldur hann bókstaflega maður sem óx og var barn. Hann segir í Biblíunni að hann hafði lært og þroskast og einhvern tímann hjalaði eins og lítið barn og síðan lært að tala og detta og labba. Og hann kallaður maður og alveg eins og við erum þreytt og grátum og borðum og verum svöng og blæðum, þá gerði hann það líka. Og það segir að hann hafi samsvarað sig mannkyninu sjálfu. Enda talað í ritningunni, ef við lesum hér, að það engin fordæming fyrir þá sem heyra Kristi Jesú, lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesú frelsaði frá syndarinnar, og það sem lögmálinu var ógerlegt að því leyti sem það mátti sín einskis úr höldinu, gjörði Guð með því að senda sinn eigin son, og hann senda hann í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæmdi Guð syndina í manninum. Sem sagt, hvað þýðir að hann var sendur í líkingu syndugs manns? Nú fyrir bara áður en að Jesú kom til jarðar, fyrir holdtöku sína, var Jesú í líki Guðs bara frá upphafi og með sitt guðlega eðli, en með því að taka hold og búa hér meðal okkar, þá tók hann á sig þjónsmynd og lagði til hliðar einhverja hluta guðdómlega eiginleika sinna og klæddi guðdóm sinn holdinu. Því að Guði lýsti Biblíunni sem birtu sem engin maður getur borið, en Jesú bjó meðal manna og fólk gat alveg umgengist hann og verið í kringum hann. En þrátt fyrir að hafa verið í líkingu syndugs manns, eins og segir hér, þá var hann ekki syndugur maður, og rosalega mikill munur á þessu tvennu. Þetta pínulítið eins og við sjáum með eyrorminn. Við lásum hana í Mósebók að eyrormurinn var gerður í líki höggormanna sem voru að drepa og honum var lyft upp og hann var ekki með eitur að drepa neinn og fólk horfði á það og lifði. Og alveg svo Guðs son sem var í líkingu syndugs manns, einhver sem ekki jákvætt, var frelsari heimsins, var samt ekki syndugur maður, hann var ekki hlutað í þrátt að hann var í líkur því. Það enda talað Jesú sem hinn annan Adam. En fyrsti Adam stóð í fullkomleika sínum frammi fyrir Guði sem erindreki mannsins, sem höfuð mannkynsins og kaus rangt, en Jesú Kristur sem hinn annan Adam tók á sig mannlegt hold og kom í veikleika syndugs manns og kaus rétt og vann aftur yfirráð yfir manninum. En honum var freistað og hann átti erfiðleikum líkt og allir menn, fékk ekkert fram yfir okkur í komu sinni hér. En eins og allir menn eru syndur og hafa eðlit sem leitar oft til þess á tíðum að gera rangt, þá gerði hann það ekki. Hann kom meðal mannanna, lifði eins og þig, tók á sig þeirra hold, í líkingu syndugs manns, án syndar. Ef við segja að Jesú Krist var freistað eins og okkur, á hvað hátt eigum við það til? Freistingin og möguleikin til að synga voru til staðar fyrir hans, því annars hefði maður alltaf talað að hann væri maður, né fordæmi. En Hebreabréfið segir, við höfum ekki þann æðsta prest sem ekki getur séð aumur á veikleikum okkar, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og vor en án syndar. Þannig að þegar við komum fram fyrir Guð eða fyrir Jesú Krist, þá höfum við ekki æðsta prest sem það fjarri að hann skilur ekkert hvað við erum að tala og segir, byrju, þú ert bara búin að gera svo rangt og þú akkur gerur ekki bara rétt og lifir fullkomlega, heldur einhver sem sér aumur á veikleik okkar, hann þekkir og veit hvert eðli okkar og hversu breyst það En það var hans freistað á allan hátt eins og okkar, en án syndar. Þess vegna getum við komið fram fyrir hann og vitað að hann, hvað maður að segja, hefur með einhvern fyrir því sem við förum í gegnum. Ekki það að hann hafi átt við sömu freistingar að styðja. Ég held að það hafi ekki verið freisting fyrir Jesú Kristi að hann ólst upp að eyða lífinu sínu bara í að brása á netinu og gera ekki neitt með líf sitt og kastaði þannig á glæ eða keyra fullur einhver staðar í bæ og klessa á fólk. Alltaf neti og bílar voru ekki til en þeir skilji hvað ég á við ef hann hefði verið hér. En grunnur freistingarinnar var sá sami og við höfum. Að gefa Guði ekki vilja okkar. Hann gat freistað til þess að nota guðdóm hér á jörðu, eins og við sjáum í freistingunum í eyðimörkinni. Það eitthvað sem við lendum ekki í. En í freistingu sínum var Jesú Kristur fullkomlega undirgefinn föðurnum og hans vilja. Og hann reiddi sig á mátt föðursins til þess að standa freistingarinnar. Og sama á við okkur þegar við lendum í freistingum sem að koma í alls konar myndum og formum. Kannski erfitt að bera saman, en í grunninn þá höfum við val og við getum valið að leggja vilja okkar í hendur Guðs. Og eins ómögulegt og kannski ótrúlegt að hljómar, að þá segir að með hans styrk sé hægt að gera allt og engin freisting sé of stóra og hann sé ekki staðist. Ekki sé hægt að standast hana.
Svo sigur yfir freistingum og því sem rangt kemur með því að við lærum að reiða okkur á Guð eins og Jesú og lúta vilja okkar undir hans og í styrk hans sleppa tökunum. Og það hljómar mjög auðveldlega, mjög erfitt, en það hægt fyrir hans náð. Það hluti mitt fagnaðar erindisins að með Guði getum við breyst, við getum hlotið fyrirgefningu en líka styrkin til þess að umbreytast með tímanum í leiðsögn hans. En það segir að þann sem að þekkt ekki synd, Jesú Krist, gjörði Guð að synd okkar vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Þetta svolítið kröftugur texti sem hægt var að bara pakka allan í eina ræðu. En allavega hann sem þekkt ekki synd, varð synd. Hann sem að dríði ekki synd og svik var ekki fundi í munnunni hans. Hann með lýst Jesú sem lítalausu og óflekkuðu lambi. Hann bað ekki Faðir fyrirgef mér, heldur Faðir fyrirgef þeim. Hann fórnaði ekki fórnum fyrir sína syndir og játaði ekki sína syndir, heldur var hann syndafórnin sjálf og hann hafði vegna þess vald til þess að einmitt fyrirgefa syndir, til þess að brúa bilið milli manns og Guðs. Þó að hann hafði komið í líkingu syndugs manns, þá var andlegt bara eðli hans hreint og heilagt og okkar andlega eðli á það til óviljandi að hugsa syndsamlega hluti og leita náttúrulega út fyrir lögmál Guðs, en það gerði Jesú ekki. Því þrátt fyrir að taka á sig hold mannanna, þá varð hann hinn annar Adam, sonur Guðs, honum varð ekki kannski eðlislægt, hann þekkti ekki syndina, en engu að síður var hann gjörður að synd okkar vegna. Við skulum aðeins kannski útskýra það í lokin. En af hverju tók Jesú Kristur hold og bjó meðal mannana? Nú getur maður ímynda sér að ef eitthvað er guðdómlegt og bara skilgreiningana vegna, þá deyr það ekki. Er ekki rétt? Þú værir ekki mikill Guð og gæti síðan bara dáið einn daginn. Allavega ekki, það væri mjög furðulegt. En til þess að bjarga manninum tók hann hold, tók á sig refsingu mannsins og kom hér með og var okkar meðal. Það segir einmitt verið með sama huga frá Jesú Krist sem var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sín að vera Guði líkur, hann svipti sig öllu, setti hlutaði til hliðar, tók á sig þjónsmynd, var mönnum líkur, hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já jafnvel dauðans á krossi. Að þegar syndin sagði hver sá sem syndar skal deyja og laun syndarinnar eru dauði, og litningi segir líka sérhver maður hefur syndgað, og þá sagði Kristur, já, ég veit það, en ég kem, lagi sjálfa mig, verð hlýðinn til dauðans, jafnvel dauðans á krossi, og einhver megin á ótrúlegan hátt, þannig hefur hann borgað, svo sem hann var saklaus, dæmdur sekur fyrir aðra, en það segir eins og við sáum áðan, hann var gjörður að synd okkar vegna svo við getum fengið réttlæti hans í staðinn í gegnum þetta. Og út frá þessu verður hann bæði okkar fordæmi og okkar staðgengill ef við þess viljum. En ef hann er fordæmi okkar, hvernig getum við þá til þess að lifa í þessum heim, þá getur hann kannski sýnt þá því að mýtan er að það sé ómögulegt að lifa eftir vilja Guðs, að lögmál hans sé óuppfyllanlegt og það sé ekki hægt að sigrast á neinu, en Jesú Kristur sýndi það er hægt með því að reiða sig á Guð og að gefa sig honum, þá getum við lifa betra lífi, við getum fylgt lögmáli Guðs og verið þjónar hans hér. Kristur, sem er kallaður hinn síðari Adam, sýndi að það er mögulegt að vera trú vilja Guðs, því það sem að Adam, hinn fyrsti fjall, stóðst hann og vann sigur á syndinni og yfir henni illa og varð okkar frelsari og fordæmi. Og í styrk hans getur sigurinn verið okkar ef við beinum sjónar okkar til Jesú höfundi og fullkomnunar trúarinnar, þá munum við ummyndast til hennar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Smá að lokum drögum þetta saman. Af hverju lifðu Ísraelsmenn ef þeir horfðu á eyrsnákinn í sögunum sem við lásum í byrjun? Snákarnir kom að býta fólk og Móse var sagt, búðu til eyrsnák, sett hann á staf og allir þeir sem munu horfa á hann munu lifa. Hann bjó til eyrsnák sem hann leit út eins og hinir strákanir, en hann var algjörlega eiturlaus og harmlaus.
Á sama hátt sendi Guð Jesú Krist í formi syndursmann en án syndar. Hann varð samt synd þáttur að syndlaus væri. Alveg svo Ísraelsmenn lyftu upp eyrsnáknum sem var svona sigur tákn yfir eitruðu höggormönnum og var borin hátt svo allir sæju, var Jesú Kristur á krossinum, hékk hann svo allur heimur mættu sjá sigur hans yfir hinu illa. Og með því að horfa á eyrsnákinn til þess að hljóta meðal frá eitrinu, hvernig gat það bjarga þeim? Horfið og trúið, sagði Móse, og þeir horfðu og trúðu og þeir voru læknaðir. Á sama hátt okkur boðið að bera augum okkar á Krist á krossinum og í trú horfa á það og meðtaka hann okkur til meðals frá biti höggormsins gamla til frelsunar frá synd og dauða. Og alveg eins ótrúlegt og það var fyrir Ísraelsmenn að horfa á eyrsnákinn, býta á ég ekki að gera eitthvað, á ég ekki fyrst að reyna að sjúga blóðið úr og eitrið eitthvað, nei, horfa á eyrsnákinn og þú munt frelsast. Alveg eins segir með Jesú Krist, maðurinn veit að er eitthvað að og hann er alltaf að reyna að laga sig og betra sig og hann segir á ég ekki fyrst að gera eitthvað. En fagnareyndir segir nei, horfðu til Krist á krossinum, komdu til hans, það er einu sem þú þarft að gera og þá muntu hljóta lækning syndaðina. Það er með þessa sögu einmitt í forgrunninum sem að frægasta vers Nýja testamentisins kemur fram. Eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssorinn að verða upphafinn svo að hver sem trúi og horfa á hann hafi eilíft líf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Ég ætla aðeins að gera eitthvað smá öðruvís í dag. Við erum kannski ekki vön að gera svona á Íslandi, en ég ætla aðeins að veita okkur tækifæri til þess að bregðast við ræðunni. Við tölum oft fagnareyndu og Jesú Krist, en ég vil aðeins veita okkur tækifæri til þess að bregðast við því núna. Ég ætla aðeins að gera smá boð til okkar. Það ætla að biðja þær að dreifa út smá miðum til okkar allra hérna. Og ég skal síðan útskýra, þetta er bara allir fá mið og geta ritað þegar vilja. Ef að þú einhvern tímann kannski fundið heilan anda að tala til samvisku þinnar, þá getur þú skrifa hér. Það er engin tilneyddur, eins og við tölum þá er þetta alltaf val. Það er alltaf val hvað við gerum. Ég ætla að leyfa ykkur að sjá aðeins miðan áður en ég fer að segja hvað á honum stendur. Þið sjáu það nú, þetta útskýrir sig mjög greinilega. Á þessu miða sem að hann mun nú bara fara til mín, þetta er ekkert prentað út og sett í einhverja dagskráð upp á veggi. Þetta er bara svona ef þið viljið gera taka smá ákvörðun eða svar út frá því sem við höfum farið í gegnum í dag. Þá getið þið gert það og síðan eru blýöntum dreift og getið þið örugglega fengið það hjá nágrannanum eða eitthvað svoleiðis eða pennanum. Og þið þurfið, eins og ég segi, þurfið ekki að svara en ef þið finnið kannski köllun til þess, þá getið þið gert það. Og það er bara nokkrir hluti við ræðum Krist og við erum búin að tala hvernig hann er okkar staðgengill. Og ef það er einhver hér sem hefur aldrei kannski tekið ákvörðun með Kristi að taka hann sem leiðtoga í sitt líf eða taka hann sem frelsara, svona hlustað á oft kannski og verið með en aldrei tekið svona, já, ég ætla að taka ákvörðun, ég vil gera það. Þá býð ég ykkur bara að merkja við þar. Og síðan eru aðrir sem hafa kannski verið að fylgja Jesú Krist, hafa verið verið í kirkju einhver tíma en hafa sagt já, ég hef meðtekið Krist og ég vil vera að fylgja honum en ég vil fara áfram og ég vil taka skírn, alveg eins og Jesú Kristur tók skírn og hefur boðið okkur að taka skírn til þess að sem tákmyndum bara dauða gamla mannsins og komi upp til nýs lífs, endilega bara merktu þar við, ég vil taka skírn að fordæmi Jesú Krist. Síðan eru margir sem hafa kannski þekkt bara lengi Jesú Krist og þeir hafa kannski engin þörf á því, kannski þörf á því að þeir hafi fundist, já, ég hef verið að fylgja Kristi en þetta er orðið svo daglegt að ég er löngu búin að gleyma af hverju, en ég vil endur helga Kristi mitt líf, ég vil að hann sé
drottni míns lífs og já, ég vil bara ekki að það sé eitthvað sem ég gerði hérna fyrir 20 árum eða 10 árum, heldur sé eitthvað sem ég geri daglega og það bara merkir við það ef þú finnur fyrir því. Síðan eru kannski einhverjir sem að segja, já, rólegur Stefán, ég er nú bara aðeins að mæta hérna, en ég er áhugasamur reikninguna og vil kannski fá frekari fræðslu. Óviss svona hvað þú stendur, en vilt fá að læra eitthvað meira, ertu ekki tilbúin að taka einhverja ákvörðun þannig sé. Þá svona, getur þú tikað við að fá frekari fræðslu og farið í leshóp, við erum oft með svona leshópa sem að lesa saman og læra meira, þá bara tikkar við þar. Síðan getið skrifa nafn og síma eða eitthvað svo ég getið haft samband ef þið viljið. Aðeins að gefa ykkur smá tíma að svara meðan að Steinunn spilar fyrir okkur.